Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Við erum komin með lögreglustjóra Norðurlands eystra hingað í settið, hvorki meira né minna. Velkomin, Páli Borgþórsdóttir. Takk fyrir. Og til hamingju með nýtt embætti. Takk fyrir. Þetta bara allt að gerast þessa dagana, það ekki? Þetta allt að rúla í gang hjá þér? Jú, þetta gerist bara mjög hratt, sko. Það var haft samband við mig varandi skipunina bara í byrjun júlí. Já. Og ég byrjaði mánudaginn 13. Já. Og það bara búið að vera nóg að gera síðan og bara viðburðaríkir dagar. En það ekki, þú ætti kannski ekki alveg von á þessu þegar þú hófst störf að bara ætti að leggja niður fangelsi og svona. Nei, og það dálítið, var það svekkjandi og þetta ákvörðun sem ég tekið vikuna áður en ég kem hingað. Já. En ég var út í góðu sambandi við fólkið mitt staðgengilinn og yfirlögregluþjóninn og þá sem vinna hér og það sem við sáum strax þetta hefur gríðarleg áhrif á löggæsluna. Getur gert það. Já. Við erum ekki það vel mönnuð að við megum missa 2 menn inn í til þess að gæta skammtímafanga. Nei. Það nefnilega svo mikilvægt í þessu máli að það var samstarfssamningur í gildi á milli lögreglustjóra embættisins og Fangelsismálastofnunar. Þannig að það var ákveðin svona samrekstur. Þannig að ef við þurfum að taka við öllum rekstri á eða þarf að segja hugsa þá sem í skammtímavistun að þá þarf að auka töluvert við okkur. Lögreglumenn væntanlega. Já. En svo nú búið að funda og það eitthvað að vera að skoða þetta því þetta nú kannski, ekki alltaf spurning hagræðingu, þetta líka spurning bara mótvægi og bara, landsbyggðarmál. Já, þetta svolítið landsbyggðarmál og það svo sem það sem fólki sér, að það sér að það að taka störf á landsbyggðinu og flytja á suðvesturhornið og auðvitað erum við öll orðin þreytt á því það sogast allt þangað, við þekkjum þá sögu. Það vera segulinn. Þannig að en já, það búið að vera að funda og ráðherra kom hingað. Og fundaði með bæjarstjórn og hitti alla alþingismennin í norðaustur og hitti okkur á embættinu og það var farið vel yfir þessi mál og hún hefur verið að hlusta á okkur því að hún hefur tekið ákvörðun að fresta þessari ákvörðun til 15. september. Það bara mjög góð fréttir. Það var þetta að skoða þetta aðeins betur. Þá höfum við tíma, aðeins til þess að rekna út og skoða, þetta virkilega spartaður? Já, nákvæmlega. En þú ert búin að vera í Vestmannaeyjum bara í hvað, 18 ár? Að sinna... Já, ég búin að búa í Vestmannaeyjum samfellt í 18 ár. Ég fór náttúrulega í háskólanám til Reykjavíkur og fór heim eftir háskólanámið. Það lögfræði ekki? Jú, fór að læra lögfræði í Háskóla Íslands. En komst til Akureyrar í menntaskóla ekki og náður þér í mann? Já, ég náði mér í mann Ég kom í menntaskóla nefnilega og var heimavist og í 2 ár og leigði svo Góðabyggðinni og Hrafnagilsstrætinu og í 2 ár. Og síðan náði ég mér í mann á síðasta árinu. Þannig að hér á ég bara stóra tengdafjölskyldu. Þú ert að koma heim bara, nánast. Já, og fyrir mér hefur Akureyri alltaf verið svo hitt heima. Já. Þú ert Vestmannaeyingur? Ég er Vestmannaeyingur, borin og barnfæddur. Og búin að sinna lögreglustjóraembætti þar undanfarin 5 ára? Já, 5,5 ár. Já. Ég var áður lögmaður í 8 ár. Já. Og þar á undan var ég fulltrúi og staðgengill hjá sýslumanni sem fór þá með lögreglumálin. Já. Svolítið í þessum geira. Já, en ætlaði hvað í verkfræði? Já, þá eiginlega stóra ástæðan fyrir að ég kom til Akureyrar í menntaskóla. Já. Því að ég vildi fara á eðlisfræðibraut og það var ekki boðið í skólanum sem í Vestmannaeyjum á þeim tíma. Þannig að hingað kom ég og sé ekki eftir því, það var dásamlegur tími sem ég átti. Þú fórst á eðlisfræðibraut? Já, en hætti svo við verkfræðina? Algjörlega bólusett fyrir allir í stærðfræði og eðlisfræði bara held ég fyrir lífstíð. Ok, skilur. Þannig að svo dreif ég mig í lögfræðina. Já. En svo ertu komin í þetta stóra umdæmi sem með 5 starfsstöðvar? Já, 5 starfsstöðvar og hér eru náttúrulega 13 sveitarfélög. Landfræðilega náttúrulega mjög stórt. Þetta svolítið stökk úr Vestmannaeyjum? Mjög mikið. Það er svona auðvitað sumt líkt en annað ólíkt. Já. Og náttúrulega fleiri menn og meiri mannskapur. Og svo erum við líka bara með eins og segi, það eru ólíka þarfir og mismunandi sveitarfélögum og lögreglan á alltaf gott samstarf við sveitarfélögin á svæðinu og ég hlakka til þess að kynnast heim. Ég samt fann að sjá munstrið hér, þú tókst Austurland á leiðinni norður, þú ert að fara hringinn. En þú þurftir að taka Austurland með Vestmannaeyjum tíma, eða ekki? Já, ég gerði nú bara eiginlega ráð þeirra að greiða með það, því að það dróst eitthvað að skipa. Og þeim vantaði eitthvað til að sitja með það í 1 mánuð. Það var mjög gaman og áhugavert og kynnast því umdæmi og verkefnum sem eru þar. Og þú ert strax farin að setja í samband við starfsstöðvarnar á Norðurlandi? Já, mér fannst það mjög áríðandi að fara strax þangað og hitta fólkið og sjá hvernig aðstæðan er og átta sig betur á þessu.
og við erum búin að fara náttúrulega í Fjallabyggð og hérna Dalvík og Húsavík og allarlega út á Þórshöfn í gær og koma við á Kópavogsskeri og Raufarhöfn og sjá þessa staði þar sem að til okkar umdæmi, það er bara mjög mikilvægt. En ég er auðvitað ekki búið með það. Já, Hálendi náttúrulega eftir og Mývatnssveit og ýmsa staði. Og fjölskyldan, hún ennþá í Vestmannaeyjum svona átt að segja hvernig þetta allt snýra. Já, og reyndar eru þau hérna í fríi nokkur þeirra núna, hérna þessa viku. En já, ég er náttúrulega með stóra krakka og litla. Þannig að ég, hérna, elsti minn að vera 20 og það er svona, veit ekki alveg hvenær ég næði honum hingað, en það er svona aðeins reikistefna. Dóttir mín að fara að byrja í menntaskólanum í haust. Hérna Emma? Já. Og hún var alveg búin að ákveða það. Hún ætlaði hvort þið er? Hún vissi bara ekki að við myndum elda sig, sko. Þannig að hún ætlaði sér alltaf hingað. Og ætlaði væntanlega heimahaustina? Já. Við erum búin að afpanta hérna plássi sem hún fékk þar. En þú ert ekki búin að finna þér svona samastað þá hérna á Akureyri? Það er í vinnslu eða hvað? Það er í vinnslu. Við erum bara, ég er með skoðanakönnun í gangi. Ég spyr alla sem ég hitti, hvað er best að búa? Og ég er búin að fá jafnmörg svör. Er það ekki? Jú, það er Þetta ekki spyrja mig. Já, en ég þarf náttúrulega við þurfum að ákveða, sko, ég meina stelpu sem er að fara í 3. bekk. Já, það er gott að geta gengið í skólan, sko. Já, það þarf að vera búið að ákveða þetta núna fljótlega. Þannig að þú ert svolítið að stúdera fasteignaveðun eða hvað? Jú, mikið. Margt að gera. En færðu eitthvað sumarfrí, það kemur bara beint inn í þetta og... Já, ég fæ eitthvað sumarfrí, það verður bara þegar það hentar. Já. Þetta er náttúrulega bara mjög skemmtilegt og spennandi og hérna... Maður myndi ekki hafa neina erið í sér hvort sem er að vera í fríi. Nei, byrja bara einhverju sumarfrí á pallinu. Nei. En er eitthvað svona strax sem þú veist, ok, það er náttúrulega fangelsismál sem þarf aðeins að skoða fram á haustið og veist það er búið að fresta því. En er eitthvað annað sem þú sér alveg bara blasa við að þurfa að ganga í eða er þetta allt bara í dálítið góða málum hérna? Já, embætti er bara í hérna, bara hefur verið bara vel rekið og lögreglustjórinn sem var hérna þegar voru bara mjög heppin með hann og hérna hún var að gera góða hluti. Mannskapurinn er líka bara svona einvala lið sem er hérna, allir sem að ég hef kynst þessa viku og tekur við góðu búi. Ég tek við góðu búi og mér líst bara mjög vel á þetta. Svo er bara auðvitað þetta hérna svona í lífinu, sko, og maður getur alltaf á sér blómum bætt, sko, það er alltaf hægt að bæta alla hluti og það er auðvitað alltaf markmið að gera alltaf örlítið betur. Ef þú byrjar alla dag á því að þá hlýtur eitthvað gott að koma út úr því, sko. Vá, hvað þetta eru flott lokaorð. Takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn. Takk fyrir mig. Páli Borgarsdóttir og gangi þér vel. Takk fyrir.